Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn minn á YouTube. Mér langar til að biðja þig að smetla á like eða subscribe undir þennan þátt til þess að hjálpa til að dreifa honum og eins ef þú ert í mjög ánægð með það sem þú heyrir að deila þættinu með öðrum. En ég er með frábæran gest í dag, hann Gunnlaugur Guðmundsson stjörnuspeking sem ég er búin að þekkja lengi og er eitt svo allra fróðast í sambandi við stjörnuspekina og við ætlum að spá í ekki spilin heldur í stjörnuna, Gulli, ekki satt? Jú, við höfum þekkt síðan 1982, er það ekki? Jú, 82 Eitthvað eða svoleiðis. 3, það var eitthvað, já, Eða 3, 40 ár rúm. já. Maður bara sjokkarast þegar maður segir töluna. Já, allt í góðu. Já, já. En það búið skemmtilegu tími og við lært margt. Já, við vorum að ræða náttúrulega við erum að tala um stjörnuspeki, er það ekki? Jú, að sjálfsög, hvað annað? Já, við erum á tímamótum. Nú er Plútó búin að vera síðan 2008 í Steingate og hann er búin að vera að hreins út kerfin, þarna, fjármálakerfið, líka þarna, kirkjuna, trúarkerfin. Það er til dæmis bannað að vera með trúarbragðafræðslu í skólum núna. Já, það er alveg með ólíkindum. Já, það er búið að banna það. Það fær enginn að vita neitt trúarbragð. Nei, það er búið að hreinsa það út. Bankarnir eru bara á netinu. Landsbankinn var að byggja 9 hæða hús fyrir 11 eða 15 milljarða og það er 60 fermetra herbyggi eða 30 fermetra herbyggi á fyrstu hæðinni fyrir kunnana, Svo 9 hæðir fyrir tölvurnar og sérfræðingana. Það er engin þjónusta en hagnaðurinn var 45 milljarðar hagnaðurinn er 5 milljarðar á mánuði en þjónustan er alltaf minni. Já, og þeir eru að hagnast mikið á þóknunargjöldum, þar að segja að rukka okkur fyrir að gera eina færslu. Já, fyrir enga þjónustu, fyrir að neyða okkur í rauninni og þeir eru að reyna að taka peningur umferð, að þegar ef peningar eru teknir umferð og þú notar alltaf kortið, þá taka þeir prósentur á hver einustu færslu. Ef þú borgar með peningum, þá fá þeir ekki neitt. Þannig að þeir vilja fá þetta, en fyrir ekki neitt. Þannig ekkert voðalega mikið, ekki 5 milljarðar á mánuði í hagnað per banka eða eitthvað, ok. Svo eru stjórnmálakerfi náttúrulega, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn eru bara að verða minnstu flokkarnir. Þú veist, Framsókn liggur við, hann er bara í 5% eða eitthvað, og Sjálfstæðisflokkurinn í einhverju og heilbrigðiskerfið er náttúrulega, ef það er að fá þeir lækni þá þarftu bara að setja á biðlista, bara eftir að hitta heimilislæknið, skilur. Já, 2 mánuðir er mjög algengt. Já. Þannig að bara það er búið að hreinsa út basically út kerfin og nú svo fer Plútóinn í Vatnsbera og þá er að koma rosalega skemmtilegt sem ég tel að verði að það er framundan uppreist gegn samfélagsmiðlunum. Já, ég held það getur verið mjög rétt, já. Þetta er orðið bergmálshellir. Algjörlega. Ef ég fyrir inn á Facebook, ég hitti enga aðra en þá sem ég hefði lækað á, maður er alltaf sama fólkið. Já. Ástæð Friður, Tolli og Guðni Gunnars og svona, svo bara sé ég og einhverja svona og af því ég hef lækað á þá og þannig ég kalli þetta svona hellir. Það er búið að vera að loka okkur af inn í svona og samfélagsmiðlarnir. Og talandi nú eina af valdastofnunum þjóðfélagsins, það eru bara fjölmiðlarnir sem áttu kalla fjórðavaldi, það er búið að rústa þeim. Já, það er búið að rústa þeim á þann hátt að við erum hægt að trúa á þá og treysta þeim. Já, en líka vegna þess að við erum hægt að lesa blöðin þannig séð og ef við ætlum að auglýsa eitthvað þá auglýsum við á samfélagsmiðlunum og Facebook og Google er búin að taka allar auglýsingatekjunar. Þannig að og Facebook og Google ráða líka umræðinni á Íslandi. Algjörlega. Já, þannig að einmitt, þannig að þetta er mjög stýra, já. En þeir stýra Hvað segirðu? Þeir stýra svo umræðinni. Já. Út af með þessum algoritma. Með algoritma og ef þú segir eitthvað sem ferði eitthvað út fyrir þá bara dettur þú út
þá varstu bara tekin út af, varst þú ekki tekin Ég var út af ekki tekin út af fyrir eitthvað sem ég sagði. Það var, reikningurinn minn var hakkaður og það fyndna er sko að aðgangurinn er lokaður að Facebook fyrir mig í gegnum tölvuna mína en reikningurinn er ennþá til. Þú veist, maður hefði haldið þeir myndu bara loka reikningnum en það er ekki. Það er bara að loka á mig og svo náttúrulega ef ég reyna að fara inn að þá kemst ég ekki út af því þeir eru með IP-tölvunar minnar. Já. Vita úr hvaða tölvu ég er að reyna að komast inn og það er nei því miður, þú ert ekki með aðgang þarna. Og svo að tala við einhvern, þá er bara að svara með AI sem er nýja framtíðin og þú nærði ekki neina persónu. Já, það er nefnilega líka mjög skemmtilegt að ef að fólk ætlar að fara í samtal en sko, reikningurinn var hakkaður, hakkaður af hverjum, Það voru einhverju Asíubúar sem... Já, þeir segja það, eða ef að þú ert með einhverja skoðanir sem er ekki mögulega ekki mainstream og þá er svo voru auðvelt að segja að einhver hakki reikningin, ég meina, hvað veit maður? Fólk er bara tekið úr umferð í grunninn. Jó, ég held í þessu tilviki að það verið hakkuð af því að þeir komist inn á fyrirtækjasíðuna mína, þeir sem fóru inn á reikningin og skuldfærðu á kreditkort fyrirtækisins, auglýsingar fyrir 90 eitthvað þúsund og þegar ég fann auglýsingarnar þá sá ég að þær voru með asísku letri. En í þess vegna held ég að hann hefði verið hakkar. En ég var búin að vera mjög kurteis á Facebook þessa fyrstu mánuði. Þú getur verið mjög kurteis en ef þú ert með einhverja skoðanir, þú hefur náttúrulega verið með ákveðna skoðanir í sambandi við COVID og svona hitt og þetta sem að mögulega er ekki vinsælar. Nei, alls ekki. En heyrðu, sko, ég var einmitt að lesa núna bara áðan þegar að sko, Elon Musk, hann að vinur Donald Trump, þeir eru báðir úrannusar og ég var að setja inn hann statusum daginn í rauninni að þessar kosningar, þetta er nýji tíminn það sem að verða að brjóta niður reglugerða frumskóg. Já. Og Trump er akkurat að setja Elon Musk og einn annan sem Ramaswamy, já. Sem eiga að vera svona government efficy, sem sagt að fara í gegnum kerfin og hreinsa út. Já. Og svo var sem sagt Musk að segja að þeir sem eru í stjórn í stofnunum, þeir eiga að skila vikulegum svona árangursskýrslum, ekki bara hvað þeir eru að gera raunverulega. Já. Þannig að það er verið þetta er byrjað bara strax að þessi að hreinsa út stjórnkerfin. Já. Það er spurning hvort að það gerist í framhaldi af kosningunum hér á landi. Það væri náttúrulega óskandi. Já, reglugerða frumskógurinn, já. Já, hann er ansi þéttur. Það er spurning hver kemst til valda, það er spennandi. Já. En ég var að hugsa, við erum með svona fólk, skilur, í valdastöfnun og við erum svona einstaklingar, bak við okkur eru einhverjir svona kraftar sem ég vil segja séu sko í grunninn náttúrulögmál. Við höldum að við séum að stjórna einhverju eða gera eitthvað en sko í grunnurinn er ef við pælum í hugtækinu tíska við vöknum allt í einu upp eitt góða við þetta og maður gengur út á götu og það eru allar bara konur komnar í stutt pils eða annar hver kallmaður komið með skegg eða eitthvað og þetta gerist á sama tíma í ólíkum löndum og þú veist á Akureyri og Reykjavík og hvað er þetta? Af hverju? Ég held að þetta er það að við erum tengd á sálarneti og við erum í rauninni, þetta er eining, jörðin er í rauninni einlífvera og við fáum svona skipur, þannig að sko það eru náttúrukraftar sem að ganga í hringrásir og svona tímabil og við höldum að við séum að ráða á stjórn einhver en í rauninni erum við bara að reagera á atburði og þess vegna held ég til dæmis að Donald Trump hafi verið kosinn af því að hann er bara svona maður sem að passar inn í það að rífa niður stjórnmálakerfi þegar hann er ekki byrokrati. Já. Þannig að
það er athyglisvert sko, af því að núna er bara síðustu dagarnir sem að Plútó er inn í Já, hérna, steingetinni. já, Hann fer út 19. yfir í já, Vatnsberann og kemur ekki aftur inn í 248 ára eða eitthvað svo leiðis, alltaf rúmlega 240 ár. já. Þannig að þú og ég verðum ekki lengur til staðar þegar hann kemur aftur Ég veit nema það í ekki, það er öðru aldrei að formi. vita. Nei, En, sko, já, Plútó var hann var þegar Bandaríkin, hann er á svipuðum stað núna og þegar Bandaríkin voru stofnuð. Í já, rauninni er Plútó farin í Vatnsberann og þegar franska stjórnarbyltingin var 1789 þegar hérna almúgin gerði uppreist gegn aðlinum og Benjamin Franklin og þessi sem stofnuðu hérna stjórnarskrá Bandaríkjanna equality og allt það, all men are born equal og þetta var til staðar á sama tíma þegar Plútó var í Stengeit og já, í Vatnsberann. já, Þannig að það er að byrja svona nýr hringur og í bæði í Bandaríkjunum og í rauninni heiminum. Í rauninni er það sem er að gerast í heiminum almennt að þá er tímaskeið sem hófst á 18. öld með hérna iðnbyltingunni. já, Þessu er að ljúka. Iðnbyltingin býr til, sem sagt, það eru gufuvélar og það koma versmiður og það kemur færibandaframleiðsla sem að hafði ekki verið áður. Foreldrar eru farnir inn í versmiður og þá þarf að koma börnum fyrir í skólum. Ef við já, tökum, já, ef við tökum 10.000 ára sögu mannsins, þá er þetta konsept að senda börn í skóla, þetta er bara 100-200 ára gamalt. Við erum ekkert gerð fyrir að sitja í skóla allan daginn. nei, Þannig það að er alveg pottþétt, ég held að, já. ef maður á að vera svona róttækur, þá verða skólalagðir niður. Já, það er ég búin að heyra það mjög marga að tala um það þegar þeir eru að tala um svona framtíðarsýn. Í rauninni fái fólk að velja hvað það vill læra. Það er ákveðin grunnur sem við getum sagt að sé sko að kunna að lesa og kunna kannski skrifa og þó það sé orðið bara allir á tölvum í dag, en Já, þú já, þarf að vita hvaða orð þú ætlar að búa til já, já. og ákveðin starffræðigrunnur, en svo í framhaldi af því þá fær fólk að ráða meiru það hvað ekki, að því við erum að fara aftur tilbaka nær jörðinni. Já, já. Einmitt, þannig að við verðum með einhverja skóla en við verðum líka með svona homeschooling og svo world schooling. Það er að segja Já. ef þú ert að vinna, það var einhver kennari sagði mig að þú verður að selja hérna Herbalife byggir á Bali, myndir flytja með fjölskylduna til Bali og svo verður að selja Herbalife á netinu. Já, Þá sendur börnin þín ekkert í Helgafellsskóla, skilurðu, eða Álftamýrarskóla, þá ferðu í svona heimskóla, þá finnur bara eitthvað svona, ferðu bara inn á netið og segir ég er að vinna hérna, ég er bandaríkjamaður að vinna hérna í Asíu og þá segir eitthvað, já við erum hérna á Indlandi og við erum í Indónesíu og við erum í Japan, heyrðu, eigum við ekki bara að taka okkur saman og þá verður einhvers konar world schooling sko, og þá fara börninu í gegnum svona heimsskólakerfi. Á meðan homeschooling væri að ég er að vinna heima 2-3 daga í vikun í tölvu og þá erum við 5-6 fjölskyldur sem að saminast okkar að börnin hitta mig að því ég er svo góður í stærðfræði og ég kenni stærðfræði á mánudögum. Svo Já. á þriðjudögum hittast börnin og læra hérna tungumál og svo framvegis. Þannig að við, já. rótirum, já. Já, það, sko, ég á vinahjón í Bandaríkjunum sem hafa Já. við sín börn í homeschooling, það er mjög algengt þar Já. og það sem að þau hafa gert sem hluta af homeschooling er að það er farið í dýragarða til að læra um dýrin. Já. Það er farið á ströndina til að læra um hafið og skeljarnar og allt þetta. Þannig að, og svo náttúrulega er lært líka heima og þessi börn virðast vera að koma alveg ágætlega út og alls ekki síður heldur hún á skólakerfinu okkar sem er orðið sko gatslítið út af því að ef það er ekki hægt að tryggja það að allir séu læsir þegar þeir eru 12 ára og þá er náttúrulega eitthvað að. Sko á þessum aldri, hérna 5 ára, 10 ára, 15 ára eða eitthvað svoleiðis, þá er orkan alveg gigantísk og að setja hérna 20-30 saman inn í pínulítið herbyggi og svo á fólk að vera einbeitt, þetta er bara fjarstæðikennt ef þú hugsar út í það. Já. Og það eru líka alveg rannsóknir, einhver rannsókn sýndi sko að í 45 mínútum þá eru krakkarnir að læra bara í 9 mínútur.
Já, er það? Já, hafa ekki þegar ég las þetta hugsaði ég, ok, þú segir við krakkana tíminn byrjar, hoppum bara hérna í 10 mínútur, setjast niður og lærum í 3 mínútur og svo bara lært í 3 mínútur og svo förum við að leika okkur að syngja í 15 mínútur, 10 mínútur og svo lærum við 3 mínútur og í rauninni við höfum kortið ekki meira athygli en í þessa 9 mínútur, þetta myndi miklu betri árangur þegar allan tíman verið að reyna svona krakkar hlustið og eitthvað svona þá verður bara ekkert þannig að þú veist mín barnabörn sem kom úr skólum sko, þú ekki bara, betur hvað læruðu, ég veit það ekki hvað var gert þetta, ég veit það ekki var gaman í skólan, jú eða þú veist Já, ég veit að ég hef líka spurt, hvað varst að læra í dag og þá kemur eitthvað svona ég man það ekki eða það ekkert að læra neitt sko. Þannig að þetta er eitt af því að það þarf að breyta kerfinu nákvæmlega eins og þú ert að segja í rauninni mikið meiri svona athafnasemi en sko, já ég líka, ef ég maður grípa frá mig fyrir því að það er sko, það er verið að greina börn allt það er bara greint og greint og greint og greint og það er rosalega mikið munu hvort þú ert nöyt og tilbúin til að sitja í stólnum af því að það er búið að segja þér að sitja í stólnum eða hvort þú er trútur og þarft að vera á hreyfingu eða bómaður. En maður segir rétt að því ég er nöyt, veistu hvað ég fattaði þegar ég horfði tilbaka að fór ofboðslega mikið í taugarnar á mér að vera frá 9 til 10 leikfimi skilurðu, að ég náttúrulega nöytin við erum náttúrulega ég get bara að hoppa eitthvað snemmi morgun ég gæti farið mögulega í leikfimi klukkan 3 daginn en ok, ég er í leikfimi frá 9 til 10 svo fer ég frá 10 til 11 í starffræði og svo fer ég í íslensku og svo fer ég í félagsfræði, svo fer ég í landafræði úr einu í annað og ég svona er nöyt, ég er frekar svona sló skilurðu og svo er ég loks aðeins komin í gang með eitthvað, þá tringir einhver dyrabjalla og ég hlaup út og fara að gera eitthvað annað. Já. Svo fattaði maður að tvíburarnir, þeir eru svo sniðugir, sko að ég þarf að skreppa út, ég er hérna í ljósmyndanemndinni og ég er í leiklistafélaginu og það er fundur og má ég fara fram í það, sko, og þeir voru alltaf að stinga út úr og svo sitja mikið á meyjurnar, stelpurnar sem í meyjunni, opaslega saman, sko, sem var á taugum, skilur. Við erum bara alls konar fólk og þetta eitt norm virkar ekki. Nei. Það er líka eitt. Já, mér finnst alltaf svo yndislega þegar fólk segir við mig ef ég er að spyrja eitthvað svona út í uppvöxtunum. Ég kem bara úr venjulegu fjölskyldu. Svo ég segir svona, já, býtu, segð mér hvernig venjulega fjölskylda er. Já, sko, pabbi var alkoholisti og þú veist, svo kemur sagan en það alltaf sagt, ég kem bara venjulegri fjölskyldu. Það er ekki heldur norm til sem segir hvernig fjölskylda á að vera. Herðu Gunna, þú manst eftir honum hérna Erni hérna sem var endurskoðandi hjá ykkur, Gulla Erni var blúsandi alkohólisti, fínn maður, fiskur og vassberi og blúsandi alkohólisti og allur kantunum. Svo sendi Gulli mig hann í einkatíma til mín. Þannig og ég man alltaf eftir, ég var að segja, þú ert fiskur, svo ertu vassberi, svo er þetta og svo er þetta hitt og þá horfði Örn svona á mig og sagði, ég hef alltaf litið á mig sem bjartsýnismann. Dásalegt, já. Hver ert þú? Ég er bjartsýnismaður. Svo var allt í steik hjá hann skilur og hann var þannig meðferðir og allt í vitleysu og hann datt ekkert í hug, sko, hann var bara bjartsýnismaður. Eins og þú segir, kom bara bjartsýnismaður komin að venjulegri fjölskyldu að vísu og komið alls konar atburði eins og þetta væri bara engin ástæða til þess að skoða sig, spekla sig, það er það en hérna sko ef við höldum aðeins áfram með það sem er að gerast núna í stjörnunum af því það er svo spennandi að þá náttúrulega eru líka fleiri plánetur að skipta merki. Já, það er, en ég verð að segja eitt að því að þetta hefur svo ég glemt því, fólk hefur mjög miklar áhyggjur í dag. Það er áhyggjur og kvíði og þegar mér langar að segja það að
þegar maður segir kerfin eru búin að ganga úr og það að fara að skera niður og umbreyta og þá vil ég segja við fólk, þetta er ekki neitt til að hafa áhyggjur af. Sammála. Það er ekkert verra að fara að gerast. Það eina sem er að fara að gerast, að við erum að fara að loksins að standa upp og fara að vinna í að breyta kerfum sem að hafa ekki virkað í mjög langan tíma. Hárrétt. Þannig að bara þið sem er að hlusta, það er ekki að koma verið tími og í rauninni mörguleiti betri tími. Stjarnspekilega séð, þá hefur Satúrnus verið í fiskum, Neptúnus í fiskum, Plútó í steingetin inn í Vatnsberi og þetta eru síðustu merkin. Þannig að mörguleiti hefur heimurinn undanfari verið í svona vetrarfasa. Og ef við horfum svona 1 og 2 ár aftur í tíman í mann, þá var eitthvað svona, þá var Biden að helsa upp á Netanyahu sem var að tala við Putin og svo var einhver hann í Írak og þeir voru allir sko frá 70 upp í 85, skilurðu. Og svo kom einn þarna sem var forseti repúblikana í öldungadeildinni, hann kom svona labbandi inn í göngugrind og byrjaði að tala og fraus, sko. Þú veist, þetta var bara svo elliheimili, sko, Já. Stjórnvöldin og allir að bíða eftir einhverju, allir að tala eitthvað að kerfin væru ekki að virka og núna er þessu vetrarskeiði að ljúka. Neptúnus er að fara inn í hrút sem er vormerki, Satúrnus er að fara inn í hrút sem er vormerki. Og líka fyrsta merkið í hringnum, þannig að þetta er alveg byrjun. Já, við erum að byrja. Satúrnus í hrút þýðir í rauninni ný hringrás frumkvöðla, þannig að við erum að, sko hrúturinn, ef þú pælir í hrútinu, hrúturinn er bara straight to the point. Algjörlega. Svona er þetta. Já. Inga Sæland, hún er mjög skemmtileg, hún er ljón og svo erum við tungli hrúti, sko, við skulum segja það er bara bæ og hrútarnir eru, þannig að sko, Donald Trump er búinn að ráða Elon Musk og einn annan og það var bara að loka stofnunum sem er ekki að virka. Já. Það var að fara að stofna stofnanir sem virka. Það verður og Robert F. Kennedy Jr. skilur, það verður farið í gegn inn í heilbrigðiskerfið. Sko, ég ætla nú ekki að sko, talandi um heilbrigðiskerfið, sko, og talandi um persónlega ábyrgð. Já, við þurfum að fara að taka hana meira. Já, sko, hlýðið víði, skilur, og svo voru milljörðum, svo bara eru milljarðir sogaðir út úr Kerfinu. Fjármálakerfum, ekki bara Íslands, Bretlands, Bandaríkjanna sko, þú veist, það voru billjónum stólið, skilur. Já, þeir voru bara eins og með ofur ryksugu. Já, þeir ryksuguðu peningana til þess að sprauta efnum. Sko, ég er ekki að taka afstöðu ég hef aldrei farið í það hvort að þessi lyf virki eða ekki, ég hef ekki neitt að pæla í því, en hins vegar þá, sko, hef ég pælt í hvernig peningunum hefur verið stólið og líka bara það að hef ég líka verið náttúrulega veltaði fyrir mér að við hefum ekki verið að taka ábyrgð og það er eitt sem að hrúturinn, sko, þegar kerfin hætta að virka fyrir fólkið, þá verður fólkið að taka valdið af kerfunum og það er það sem að Úranusinn, það sem þetta þýðir. Ég ákveð að taka ábyrgð á minni heilsu sjálfur, og ég ætla bara að fara að útiloka samfélagsmiðlana. Já. Ég var að ræða við Ásgeir og Heru sem er að vinna með það til eitthvað sem heitir Skol, S-K-O-O-L, sem er svona úr skúl. Já. Það er einhver í Ástralíu, hann bjóð til samfélagsvef og hann er að bjóða fólki að maður getur gerst áskrifandi af þessum samfélagsmiðlum og svo getur maður sett upp sín eigin samfélagsmiðl. Já, en sniðugt. Og það kemur með allan infrastruktúrin og segjum það, við erum segjum Gunnar, við höfum áhuga andlegum málefnum og sjálfsrækt og alls konar svona og svo erum við að reyna að ná til hvers annars í gegnum Facebook, Twitter og Instagram og eitthvað svona og þeir loka okkur af í mismunandi hellum þannig að við náum ekki saman. Núna
og það er það sem ég sé fyrir mér, og af því að líka því Úranus er að fara inn í tvíbura, það er að koma bylting uh, inn í nýjum samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðla. Þá setjumst við bara niður hérna og segjum, heyrðu, við erum hérna hópur af fólki sem hefur áhuga á ábyrgð einstaklingsins, heilsu, andlegum málum, jóga. Það hefur verið að gera grín, lítið úr okkur, skilur, við erum talin skrítin og klikkuð, skilur, af því að við hugsum ekki, það er nú önnur pæling, sko, en okay, við ætlum bara að skapa okkar eigin samfélagsmiðl. Já, mér þetta hljóma mjög vel. Og það er eitt af því sem er inn í framtíðinni. Mark Zuckerberg hann er í nautinu, eitthvað svona amerísku gyðinganörd, skilur, eitthvað naut, skilur, sem að datt inn í háskóla upp á að búa til eitthvað vef þarna Facebook, og allt einu hefur hann öllu völd í því hvaða umræða á sér stað á Íslandi. Já, en sko, hann var náttúrulega bakkar upp af CIA. Já, það sjálfsögðu. En þú veist, eitt svona strákur hefði aldrei komist í þessa stöðu sem hann kom sér í. Það tekur alltaf eitthvað afl á bakvið til þess að fjármagna og koma því upp. En það skuli vera einhver öfl annars staðar í heiminum sem er að ákveða hvað við megum segja og við hver við megum tala og hver má segja okkur. Það er í rauninni það sem að sko málfrelsi hefur alltaf verið mikils virði. Hver heyrir í okkur, sko? Sko, kosturinn var að mörgu leyti, skilur, þegar við vorum með eitt ríkisútvarp og Matti og Styrmi stjórnuðu Mogganum og eitthvað svo leiðis, þá var einn miðill, sko, ef þú skrifaðir og fórst í einhverja ritdeilu og fékkst greinin inn í Moggan eða í útvarpið, skilur, þá gat öll þjóðin fylgst með. Já, algjörlega. Nú er búið að brjóta okkur inn í einhverja pínu litla, þú veist, 100 manna hópa, sko. Já. Og svo er bara einhverjir þarna fyrir utan sem að stjórna grunninum, sko. Já. Sem er, en sko, þess vegna finnst mér í rauninni þessi tími mjög spennandi. Sko, Júpíter er núna í tvíburunum. Já. Og hann er að fara inn í krabbann, þannig það er svona vor og svo er þegar Hvað finnst þið með Júpíter í krabbann? Nú er Júpíter svona útþensla, hvað fer hann ekki í krabbann? Það er búið að vera útþensla í samskiptum og samfélagsmiðlum og öllu þess aftur núna og nýjar hugmyndir að koma fram og annað. Já, sennilega er það. Sko, Júpíter er 1 ár í merki, sko. Já. Þannig að fer hann meira inn á við? Þegar hann fer inn í krabbann? Já. Eða fer hann að skapa eitthvað svona, kannski samfélagskjarna? Sko, Júpíter er ákveðin svona hugmyndafræði, sko. Já. Og í krabba það er svona Júpíter í krabba. Sko, ég er náttúrulega með Júpíter í tvíbura og svo voru aðrir með Júpíter í krabba. Þetta voru mikið svona, náttúrulega krabbin er mjög mikið náttúru. Tengdur, já. Náttúrumerki, sko. Strákarnir sem að vinir mínir hérna í Galata sem voru með Júpíter í krabba, sko, þeir voru með svona að kaupa trillu og jörðu út á landi, sko. Já, alltaf. Já, þeir gerðu það, sumir, Björgvin og fleiri. Já. Og hérna, þetta er svona stutt tímabil náttúrulega. Það er verið að tala um þessa náttúrutengingu, að við séum að fara meira aftur til náttúrunnar. Já. Og líka að við séum hugsanlega byggja svona litla samfélagshópa. Já, sko, ef við tökum stóru myndina, þá erum við á eld Vatnsberans. Já. Og Plútó er farin í Vatnsberans. Og þegar við tölum aldir, þá erum við í rauninni að tala 2100 ára tímabil, 2150, við erum að tala stór tímabil. Já. Þetta var þannig að þegar við vorum á öldu nautsins fyrir 4.000 eða 6.000 árum, að þá sigraði maðurinn jörðina. Já. Það var svona, þá hófst hérna landbúnaðarbyltingin. Svo kom öld hrútsins og þá náðum við að temja eldinn og járnið. Já. Og svo kemur öld fisksins sem er
frá 0 til 2000 cirka og Já, þar á undan og þá sigrum við hafið. já, já, Jörðin, eldin, já, hafið og já, svo tel ég að öld vatnsberans hafi byrjað árið 1903 þegar Wright-bræður þegar já, fyrsta bara flugið var, fljúga. þá Já, sigrum við loftið. já, Þannig að í stóra myndin er að við erum í heimi loftsins já, og, og sem er flug já, og loft og svona, ég var að skrifa hérna fyrirlestur, ég kallaði það skýjaborgin. já, Við, við tökum ljósmyndir og við geymum það í skýi. Við tökum hérna öll gögni okkar er í skýi já, og þetta er allt inn í tölvu og svo erum við þegar við erum að tala saman og þá er einn í símanum, annar í iPadinu, þriðji í tölvunni og þetta var frasi sem ég var með sem var svolítið skemmtilegur, við erum langt í burtu frá þeim sem standa næst okkur og nálægt þeim sem eru langt í burtu. já, Dæmi, það er 10 manna matarboð jólin, það er mamma og pabbi, afi og amma og svo börnin og sko afinn er búinn að uppgötva internetið, þannig að hann er á Facebook sko. Amman er ekki, amman er að reyna að tala af alla og enginn hlustar á hann og amman segir, sko, þegar við vorum ung þá voru krakkarnir út að leika sér í París en nú er allir fastir inn í tölvunni. Sem sagt, pabbinn er að lesa eitthvað og mamman er með iPad með einhverja uppskriftir og er að hlusta á einhver jólalög sko og svo eru unglingarnir á TikTok, Instagram og litla barnið er með svona sem er 3 mánaða eða 6 mánaða eða 9 mánaða, það er með svona gamlan plast iPad með svona Teletubby, hann starir þangað en já, já, það er allir í einhverju. Starir svona á Teletubby í svona en sko í rauninni þá eru allir einhver staður út í heimi í hvort sem það er Instagram, TikTok, Facebook en sér ekki þá sem eru við hliðina og þetta er orðið heimur lofts þannig að fólk er svolítið, sko til dæmis eins og í Japan og víða, þá er fólk hætt að stunda kynlíf vegna þess að fólk er ekki, það er búið að tapa líkamstengingunni. Við erum bara hérna í hausnum. Já, og það er líka mjög sorglegt þegar maður kemur á veitingastað og það sitja báðir aðeins bara tíma svona og það heyrist ekki hljóð, það er enginn að tala saman eða nei. Já, þú ert í langt í burtu frá þeim sem þú situr við hliðina og nálægt þeim sem er langt í burtu. Þetta er rosalega skemmtileg þversögn. En ok, þetta er öld vatnsberans og það er allir basically komnir í síma og tækni og vatnsberinn svona tæknimerki og þetta er svona stóri bakgrunnurinn og þetta verður áfram. Já, það verður kannski læri við að láta það ekki stjórna okkur svona mikið. Já, síðan er vatnsberinn svona community, loft. Og það er það sem þú ætlaðir að segja. Þannig að við erum rétt að byrja inn í vatnsberann, þannig að núna held ég að framtíðin er svo að við þurfum að fara að byggja upp community. Já. Samfélag fólks sem hugsar á svipuðum hætti. Auðvitað er það að byrja, skilur, þeir sem eru í golfi eru bara inn á golfsíðum að tala við hina golfarana. Já. Og svo framvegis, en svona... Já, þetta er svolítið, en þarna liggja, svo held ég líka þegar við erum komin í loftið að fólk hætti að vinna. Það verður ekki lengur vinnandi stéttir, heldur stétt neytenda og þeir sem að skapa tæknin, kreatív. Já, það verður náttúrulega mjög mikið af því það er gert ráð fyrir því að hérna gervigreindin taki við svo miklu. Já. Og það er bara núna sko bara með hérna allt það sem ég er að nota eins og postforrit og annað þess að það er allt ég að prófa að nota AI en maður er náttúrulega aðeins svona eftir að því að það er ekki AI alltaf á íslensku. Það sem er stór hættulegt við AI er að þú ert í skóla og þú átt að skilja ritgerð og krakkarnir láta bara AI að semja ritgerðina, þá ertu í rauninni hættur að hugsa. Já, og það er, og kannt ekki að hugsa. Af því að þegar við vorum að berjast við að skrifa ritgerðina með inngang og milli og eitthvað svona og hugsa þetta og hafa einhvern þráð og svona, þá, en sko, til dæmis,
þegar við erum að þýða eitthvað, það er til stétt þýðenda, bara, auðvitað bankamenninir, sko, Já, hringir í bankan og ætlar að fá lán eða yfirdráttarheimild eða whatever, þetta er bara formúla. já, Þú veist, mér tekur eignir hérna, bing þetta og geti fengið yfirdráttarheimild 100.000, nei, bing, já, nei, bing, þetta er já. bara, og svari kemur einstaklega af því að það er eitthvað, tölva sem er reiknaðið út. Og er reiknað út, gervigreindin er búin reiknað út, já. Allt saman. Það er alltaf, þannig að, og líka náttúrulega ef við hringjum í þjónustufulltrúan, sko, að þá kemur eitthvað ég er spjallmenni eða eitthvað þólega sem spjallmenni Já. getur aldrei svara neinu. Ekkert að viti, sko, ekki, og þegar sko gervigreindin er náttúrulega bara samansafn af okkar greind. Sem er líka eins og menn segja, þetta er stæðsti hugverkastuldur í veraldarsögunni. Já, Það er annað sem að, sko, Microsoft til dæmis er búið að leggja, sko, hafa legt milljarða í að kaupa þarna, ég man ekki hvað hann heitir, hvort hann heitir Sam Altman eða eitthvað, það er einhver svona, eitt af þessum gervigreindar fyrirtækjum aðal og Microsoft hefur lagt, sko, milljarða dollara í þetta og það sem að gervigreindin gerir að þú semur ljóð og setur inn á Facebook, gervigreindin sogar þetta inn, já, ljóði, og þeir taka inn alla ljósmyndir sem að fólk er að setja, þetta er allt sogað inn, já, síðan er þetta bara þarna, svo spyrðu eitthvað og þá bara fer gagnaverið tölvan í gang og sækir texta frá öðrum, þannig að við höfum ekkert, það er engin ástæða til þess að hafa ljósmyndara, vantaði ljósmynd þarna, að viltu brosandi kall eða grænguð, þú veist, þá er það sótt, eða viltu svona texta eða hinn texta, en þetta er, á bakvið er þetta bara samsafn af hugverki venjulegt fólk sem er stolið. já, og það er náttúrulega, sko, gervigreindin er ekki komið fram úr okkur ennþá. Nei, ég verð að láta þetta þýða fyrir mig, hún er mjög heimsk, sko. Já, ég prófa, sko, það þarf mikið að vinna með skjölin ef maður ætlar að láta þau koma út á góður íslensku. Já, algjörlega, sko. Og líka ef maður ætlar að snúa því yfir á ensku. Sko, gervigreindin er, mannsheilin er mjög, ef við förum inn í svona innsæi, skilur, sko, ef þú ert að yrkja mjög léleg ljóð og ert bara í vinnunni til þess að fá laun og ert ekkert að tala við fólk, ef þú ert stjórnmálamaður að segja já, sko, ég ákvað nú að ég gekk nú inn í Miðflokkinn af því að ég fór yfir stefnuskrá allar flokka og það kemur svona í ljós að stefna Miðflokksins rímar best við mínar skoðanir það hvernig ég geti unnið fyrir þá sem að minni mega sín í þjóðfélaginu. Þá rímar stefna Miðflokksins langt best við það, þannig að ég ætla að bjóða mig fram fyrir Miðflokkin. Þú veist, ef maður er með þessa frasa og svona, já, jú, þetta er mjög skelfið, við verðum náttúrulega að fara vel yfir verklagsreglurnar. Já. Þannig að við höfum ákveðið að stofna hérna nefnd og við munum setja allt upp á borðið, það verður allt sett upp á borðið og farið mjög vel yfir verklagsreglurnar til þess að koma í veg fyrir að þetta mun ekki koma fyrir aftur. Það eru hérna 4 deildir, þetta er hérna jöklamálinu til dæmis, sem er ekki fyndið að var eitthvað slys í jöklamálinu þá kom í ljós. Það eru 4 ráðuneyti sem að koma að verklagsreglunum leyfisveitingar fyrir túrisma í jöklatúrisma. 4 ráðuneyti. Sem að náttúrulega ég er í ferðaþjónustu, ég veit alveg hvernig þetta er, sem er önnur pæling að Ísland er í rauninni svona land þar sem hellur ótengdar gangstéttahellur. Já, svona, þú veist, þetta var eins og með fiskeldi þarna fyrir vestan að einhver stofnun gaf leyfi, skilurðu, en það kom í ljós að Siglingamálastofnun gat ekki gefið leyfi af því þetta verið beint í siglingaleið, sko, og þetta er allt í kross, sko, og svo fer bara allt í steik og þetta er svona ótengdar
Gangst í þetta. Ég vil kalla Ísland hérna þykjustuland. Af hverju? Manstu Gunna í Galata, þá var ég að segja, var að gera kort fyrir Ísland og þá sagði, og íslenska kortið er hérna tvíburum að sér ljón, ég sagði þetta er leikhús og ég man að Gulli var mjög hrifur af því, Já, já, þetta er bara leikhús, já, en akkur er þykjustu land að þegar við erum alltaf að þykjast, við erum alltaf að reyna að vera eitthvað sem við ráðum ekki við. Við erum að sammála. þykjast vera með gott menntakerfi, þykjast vera með gott heilbrigðiskerfi, þykjast vera með besta vatnið og þykjast allt, við erum alltaf að þykjast og við erum ekkert að ráða við þetta. Nei, Og þess vegna er þetta, þú veist, og við erum óspilltasta land í heimi, skilur. já, það er Við höfum verið að alveg þykjast það. blindur sem segir það. Já, við trúðum því mjög lengi. Já, já, Það ríkir engin spilling á Íslandi og það er eitt af því að þykjastu og það er mjög mikið jafnrétti á Íslandi já, og það er allir bara hérna, það er bara fjölskylduboð, þá eru bara allir saman, það er mjög lítið bil á milli fátækra ríka á Íslandi og svona, þetta er svona það er þykjustuland, já, en það tvíburinn er í þykjustuleik og ljónið er að fegra það með því að gera sig aðeins stærra og merkilegra. leikhús. Leikhús, þú veist, ég er á sviðinu, ég sést. Sko, sambandi við Íslandskortið þá er það rísandi Neptúnus í Vog. Það er ofboðslega mikil svona illúsjón blekking í kringu það og þetta er staða Neptún á rísandi, þetta er staða sem er mjög algeng hjá leikurum, svona kamiljónum sem hæfir ekki til að bregða sér í ólík gerfi. Ég og einn hérna frænda, ég ætla nú ekki að nefna hann er rísandi Neptúns í Vog og það var smá vandamál sko þegar kærastan að það byrja að deyta hann og þau voru bara í partíum og einhver hitti vinn minn, hann að frænda minn og sagði, hvað ert þú nú að gera? Já, ég er nú í lögfræði. Já, lögfræðin, já, allt er góðum. Svo einhver öðru boðið þá sagði hann þeirra í læknisfræði og svo frétti ég að hann var að vinna hjá póstinum, sko. Já, ok. Keyra út póst, sko. Já, En hann var mér bara svona alls konar hugmyndir hver hann væri. já, svo drauma Drauma. og óraunhæfni, já. Já, algjörlega. Ísland er stórasta land í heimi. Við verðum alveg brjálaðir hérna, 300.000 Íslendingar að spila handboltaleik á móti 100 milljón Þjóðverjum og við bara skiljum ekkert okkur unnum við ekki leikinn, sko, sem er líka kostur. Við erum algjörlega takmarkalaus og algjör blekking og allir popparar á Íslandi hafa alltaf að sigra heiminn, þú veist, Pelikan og hvað sem þeir heita, að sigra heiminn. Svo náttúrulega hafa margir gert það því að við bara, og það er jákvæða hliðin á þessu, við föttum ekki hvað við erum lítil, en leið er þetta svona neikvæði spírallin, þetta er bara algjör þykjustuleikur. Já. En það er líka kostur að... Við erum náttúrulega svo ung sem sjálfstjórn, það er að auki. Við erum kraftmikil líka. Já, og landið er náttúrulega svona, gefur okkur kraft. Ég man þegar ég var í Kaliforníu og keypti tómata, maður kaupir Kaliforníu tómata, svo kemur maður til Íslands og kaupir íslenskan tómat. Kaliforníu tómatin, hann er svona linur, svona mikið vatn og hann er svona linur og svona, þú veist, eins og einhver svona púð, svona mjög linur, bara svo tekur maður íslenska tómata og þá er svona springan svo stinnur á krafti. Já, það er náttúrulega bara orka í landinu. Ég menna að hann talaði það að sko fólk laðaðist að landi eins og Íslandi. Það sem er sko hérna svona, hvað kallum við það á ensku Rift Valley, það er svona flekaskil. Það er svo mikið af orku úr iðrum jarðar sem kemur upp á yfirborðið og líka með eldgosum og þess að það. Og við erum náttúrulega sko, fólk spyr, ertu ekki hrædd að búa á þessu landi? Og ég segi, nei, ég meni, ég er alveg upp við það, móðir mín var fyrsta manneski að hverju einasta gosi sem var með hún var. Þannig að það bara, við ekki að fara að sjá, og það er svona element sem er í okkur. Svana er frá Hveragerði, skilur, þá opnaðist hver inn í stofunni, skilur, í húsinu hjá fólki, svo fór fólk bara með svona brauð og egg og sauð brauðið og inn í hver og það var bara hverabrauð, skilur, það var ekkert, já, þú veist,
En almennt var nú bara hverinn þarna við hliðina á húsinu en ekki þarna inn í En ekki inn stofunni. í stofunni, já, já. Nei. En við erum, persónulega, mér segi ég, við erum svolítið lík jörðinni, Já, og ég segi alltaf að sko, ef þú vilt, sko, Íslendingar eru alltaf í núinu, í raun. já, já, Vegna þess að þú ert annarkvort að keppa við að það er nú gott veður og þá fer ég á sjó, eða nú gott veður og þá er ég ætla ég að slá, eða nú já, gott já. veður og þá ætla ég að klífa á fjall, og þá er allt hitt lagt í hliðar og farið og gerði hlutirnir. Já, og svo þýðir ekkert að skipuleggja vegna þess að það getur bara komið eldgos á morgun, skilur og, Já, og, og þá er þetta bara búið þannig að við eigum pening í dag þannig að bara, þú veist, let's enjoy og það er núna sól, sko. já, Þú veist, það eru 4 sóladagar á ári svo lítið, það er sól, það er þriðjudag, bara nú fer ég bara í ríki og kaupi hvítin og grillum út á sölum, skilur við verðum bara að njóta þess að það er sól já, núna í dag. já, Við getum ekki sagt, ef verður þýsk sko, eða einhvers staðar, já, við býðum nú fram á Laugardag, þá förum við hérna með sáðurkráttin og bjór og eitthvað svona, ef við býðum fram á Laugardag, það er bara komið rókur rigning, sko. já. Þannig að Við þetta erum að mótar læra sól, við þessu í augnablikinu. En eitt í sambandi við veðrið, að hún Já, hefur talað mjög mikið um Pam Gregory sem ég er svolítið fylgst með, já, að því að Neptúnus er á síðustu gráðunum í fiskum, að já, það snúi svo mikið að öllum þessum rigningum og flóðum og vatni allstaðar já. og mikilvægi vas, og það er náttúrulega búið að vera í mörgum löndum mikla rigningar og mikil flóð upp á síðkastið. Satúrnus í fiskum og Neptúnus í fiskum. Já, Sko Satúrn í fiskum er svolítið eins og að byggja hús niður í fjöru á ástandi, já, þú heldur að sé strúktúr og svo bara kemur aldan og feikir því undan. Þannig að maður sér það mjög við að það er að verða að molna undan svona ströndum. Það er mikið af sögum þar sem að fólk býr, húsin er niður við árbakka eða við strendur, svona allt einu ströndin horfin eða áin farið yfir. Já, þetta er örgla, ég hef ekki hugsað þetta er örgla tengt fiskum. já, og svo líka það sem ég hef séð svolítið að þegar með Satúrnusin í fiskum, en við erum búin að vera með allir þessi kerfi og Já, Satúrnusin er strúktúrin og uppbyggingin og annað þess já, að það. Svo þegar ef við hugsaum að það sé eins og byggingastaurar, já, rammin utanum okkur, og svo ef þú setur byggingastaurana í vatn, þá já, náttúrulega síga þeir. já, já, Og það er í rauninni sko líka út af öllu næminu sem við erum að fá í gegnum fiskinn, já, já, að þá er að opnast fyrir svo mikinn aukinn skilning hjá okkur og aukið innsæi sem já. að í rauninni við erum að fá núna sem við höfum ekki verið með áður og þannig að mér finnst þetta vera mjög spennandi, þetta tvennt, og er að hafa náttúrulega stór áhrif, sko. Sko, fiskurinn tengist Neptúnusi og lægri tíðnin er og það er hafið sem er svolítið svona symbol fyrir fiskinn. Já, Lægri tíðnin er niðurspírallinn er bara svona kaos já, og upplausn. Að þegar allir strúktúrar leysast upp og þá kemur mikill ótti og þá kemur svona mér hefur fundið það kemur svona siðferðisbrestur, sko, siðferðis áttaviti heimsins er bara horfin, skilur. Rétt já, og rangt, þetta er bara horfin, það er engin áttaviti, en jákvæða er þetta sem þú ert að segja og við kannski megum ekki einblína einmitt of mikið á neikvæðinu, jákvæða að það verður gífurleg opnun. já, Og ég er núna farin að pæla í svolítið í því og er að fara að vinna akkurat í því á næstu mánuðum að mannkynið stendur og sko, og ég veit að það hefur verið talað um þetta í marga áratugi að nú erum við að fara að hækka í tíðni og það hefur verið mjög mikil opnun í síðustu 20-30 árum, sko, veistu það Gunnar, þegar ég var að byrja í stjörnuspeki fyrir 40-50 árum og þá var ég að hugsa, vá, væri hægt að skynja þetta og gera þetta, ég sagði, vá, og ég er löngu komin þangað og fram úr því og mér já, finnst það sjálfsagt. já, ég veit. Og sko, Það breytast. ég var með einkatíma í gær á hérna, bara svona í Zoom. Já, Ég var að lýsa 4 ára strák fyrir móðurinn, það skilur og afan, hjálpaði með uppbyldi. Ég hef aldrei séð þennan strák. Ég var bara með kortið hans. Ég segi bara svona. Svo tók ég þetta upp og svo sendi afinn mér hérna post, sko, og sagði bara hérna,
Sko, góða kvöldi Gunnlaugur, ég finn mig knúinn eftir að hafa hlustað á spjall þitt við X að þakka þér enn og aftur fyrir þessa útleikningu á X, það er að segja miðað við orkugreiningu hans. Það er lygilegt hvað það passar við drenginn og þetta mun án efa hjálpa foreldrum að skilja hann betur. Sko, Já, í gegnum stjörnuspeki og allt þetta, þennan tíma, þá bara get ég bara séð kortið og segi bara svona er þetta er orka, þetta er fyrir að gera og sko fyrir 30-40, ég er ekki að monta mig með þess að því að það er fullt af fólki sem er basically komið á þennan stað, þú já, og í gegnum hugleiðslu og alls konar iðkun, skilur, bara að sjá og skynja og það er komin einhver opnun sem að var ekki, og þá erum við komin að punktinum að ég held og ég hef mikið verið að hugsa þetta, sko, maðurinn er hjarðdýr já, og já, alla það er alltaf einhverjir leiðtogar, einhverjir svona áhrifavaldar og eins og prestarnir segja, við erum hirðir hjarðarinnar já, og við erum að velta fyrir mig, ég var að lesa David B. Hawkins, hann var að tala um númer 1, mannkynið er statt á tímamótum til þess að halda áfram, þá þurfum við að hífa okkur upp í tíðinni okkur öll. já, Það er gífurleg grimmd í gangi og neikvæðni hjá mjög stóru hluta mannkynsins, við þurfum að lyfta okkur öllum upp, annars eyðum okkur, ok, og hvernig gerum það? Hvernig náum við öllum mannkyninu upp? Og leiðin er svo að við þurfum að búa til samfélagsmiðla fyrir þá fyrir andlega leiðtoga sem fara að vinna saman og sko ef að 20% mannkynsins sem eru þá leiðtogarnir sem koma sér upp, það fylgja hinir eftir. já, Bara ein móðir í fjölskyldu eða ein amma sem á 3 börn og 4 börn og 10 og svo barnabörn fer upp í að með góðu fordæmi í að hugleiða og miðla visku sinni, skilur, þá fer það niður til hinna. algjörlega, algjörlega. Þannig að við erum komin á þennan stað að við getum farið upp fyrir í uppspíralinn, sko. Já, Og grunnatriðið í því er hugrekki og að hver maður taki ábyrgð. Við þurfum að hætta að kenna öðrum um. já, það er það sem ég langaði að segja, sko, því ég er búin að vera að stúdera þessar dvergplánetur og einn af þeim er Sedna og Sedna snýst svolítið að við sleppum tökum á píslarvættinum. Já. Sem við höfum verið, þú veist, aumingi ég á svo bátt dæmið og við tökum bara ábyrgð af því að það er alltaf valið okkar sem ræður því hvar við erum hverju sinni. Það eru hugsanir okkar, það er ákvarðanataka okkar, það er driftin í okkur og hvað annað. Já. Sko, við lendum í áföllum og ég er ekkert að segja allt verið húlum hæ og ofsalega gott, skilur við. Nei. Ég bara pabbi drukknaði þegar ég var 5 ára. Já. Ég misti af hennar þegar ég var settur til ömmu. Amma deyr þegar ég er 15 ára og þá missi ég hana og þá er mamma og Gunna frænka og Gunna frænka fær krabbamein, húðkrabbamein, deyr þarna heima og 19 og mamma lendir inn á, þú veist, líka og ég er í rauninni, ég er búin að missa fjölskylduna mína 19 ára. Já. 19-20, ég á enga fjölskyldu. Hvorki föður eða móður fjölskyldu, ég átti ekki heimili, ég þurfti bara að fara og fá mig bara að vinna á sjónum, sko, leita svona að vinna út á landi það sem er verbúð, skilur. Og ég fór að Sigöldu og Hortafjarðarheiði og til Hornafjarðar einhver báta því þá hafði ég heimili, skilur. Svo þegar ég kom í land, svo þegar ég var búin að vinna þá þurfti ég að finna mér eitthvað einhverja kommunu til að inn í pointið með þessu er að ég ákvað það að þetta væri bara ég hef alveg getað valið það að aumingja ég bara dead og drepi mig eða bara ok, þetta er bara karma sem ég vinn úr og þá bara notaði ég stjörnuspeki til að vinna mig út úr þessu og byggja mig upp og ég tel þetta bara hafi verið góð berska en út af þessu, sko pointið er þetta við lendum öll í einhverju og
það er ekki það sem við lendum í heldur, það er sem skiptir máli heldur, það eru viðbröðin. Já, Ætlum við að taka ábyrgð og enda erum við hérna, það er til orðið hérna krísa, crisis, já, eða krísa, það eru krossgötur. já, Krísa þýðir krossgötur. já, Vegi og tí á kínversku, hætta og tækifæri. Ef að ég lendi í erfiðleikum, þá segi ég alltaf, ég er í hættu, en hvað er tækifærið? Og já, svo finn ég tækifærið. já, Og núna er mannkynið alveg á krossgötum og það já, er ákveðin hætta, en hvar liggja tækifæri? Og tækifæri liggi því að við byrjum að vinna okkur upp í hægri tíðinni. Ef að heilbrigðiskerfin og skólakerfin og menntakerfin og bankakerfin og stjórnmálakerfin er ekki að virka, þá tökum við ábyrgð og búum til okkar eigin skólakerfi, heilsukerfi og menntakerfi og vinnum með okkur og bíðum ekki eftir því að pabbi, kerfi, gerir hlutina fyrir okkur, heldur gerum þá sjálf, og ekki, situm ekki hérna og tölum hérna, stjórnmálamennir þeir eru svo spiltir, skilur, við bara kjósum ekki spilta stjórnmálamenn, við vinnum okkur inn í ljósi, þannig við förum að kjósum ljósbera sem leiðtoga. já. Bara, Ungu maður sem ég er búin að sjá í framboði, ég ætla ekki að nefna hann, en hérna, mikið rosalega líst mér vel á hann, já, bara út af því að hann nýja kynslóðin sem að koma inn. já, Þessi börn sem eru fædd eftir ákveðið tímabil, sem eru með allt annan skilning á, hérna, á samfélaginu og öllu, og við þurfum að fá nýja kynslóðin, en það sjáum við að þessi gömlu að fara út og gömlu kerfin að fara út og við megum ekki, eins og þú sagðir áðan, verða hrædd við það að kerfin séu að hrynja, heldur sjá tækifærin. það eru tækifæri. Já, það eru tækifæri, sko. En sko, eins og þú talar áföllin, þá kunnum við ekki að vinna okkur úr áföllunum þegar þau gerast. Nei. Nei, og þess vegna við verðum fyrir alls konar áföllum, en Já. Eftir ákveðin tíma þá förum við að fatta að mynstrin sem við erum í eru afleiðingar af áföllunum. Já, já. Og þá getum við farið að breyta. Já, sko, sko, ég er svolítið hrifinn af honum hann Hawkins núna, sko, og hann setur upp, sko, hérna, bara sína þér hérna, bara að í svona, í niðurspírallum, það er skömm, sko, dektakend og svo slen. Já. Og síðan kemur sorg, ótti, þrá, dísær og reiði. Þannig að við, sko, margir eru, og þannig að við þurfum að losa okkur við skömm og sektarkennd og festast ekki í sleni og ótta og sorg. Og við lendum í áföllum og við verðum fyrir sorg og þá verðum við að leyfa okkur að syrgja. Og þá verðum við basically að gráta og hleypa sorgin út. Ég til dæmis syrgði aldrei pabba, ekki fyrir ég var 39 ára. Já, ég get alveg trúið því, menn að þú er það lítill og það örglega, þá var bara, pappiðin dáinn og bara púttur. Búið, hann bara dáinn, það var bara svona mynd í blaði, pappiðin er dáinn. Já. Og þá var svona sorg sem ég sitt, ég man að ég var að huglega, þá bara grét ég í 3 daga, ekki í 3 daga heldur, í 3 svona hugleiðslum, ég bara grét og syrði hann og sleppti honum og ég fyrirgef hann, því ég var reiður út í hann. Sem er mjög furðulegt. Já, það er náttúrulega Gulli heitinn þekkti pappaðinn. Já. Og hann náttúrulega hafiði ótrúlega magnaðan viðurnefni, hann var bara kallaði Gvendur Tassan. Já. Út af því hvað hann var sterkur og öflugur. Ég man eftir að hafa legið heima hjá mér á gólfinu í stofunni að hlusta á útvarpið þegar við erum að tala að þessir togarar væri í hættu. Já. Og þannig ég fékk sorgartilfinningu fyrir hönd allra sem voru að missa eitthvað annað. Það voru, þarna togarinn júlí 1959, það voru 30 manns sem að fórust á þessum bát og það voru 59 börn held ég, eitthvað svo leiðis. Og síðan náttúrulega eiginkonur og fjölskyldur sem að mistu. Það var mikið högg, 30 ungi menn fara, en þetta var svakalegt veður, það var fleiri skip sem fórust, ekki akkurat þarna þetta ár og svona. Þetta var svo mikið ísing sem að tók það niður. En sko,
við þurfum í rauninni að gera þetta upp, skömmina, sektarkenndina, slenið, sorgina, óttan, þrár, reiði, stolt. Stoltið er líka að gera það upp af því það er háð ytri og sko við þurfum að fara að vinna í þessu vegna þess að til dæmis ef við förum inn á samfélagsmiðlana það er svo mikið af fólki sem undir nafnleynd er að ausa reiði yfir aðra en sko alla, já. já, reiði, til dæmis konsepti reiði, sko ef ég er að fara niður í bæ á fund og ég keyri hérna niður og það er orðið svolítið seint og mikil umferð og þetta er mikið af túristum í umferðinni, svolítið reiður og svo er vegagerðin búin að loka þannig af götunni, skilur, allt sem ég ætlaði að beygja og þá fer ég annað, þá verði ég alveg brjálaður og helvitis vegagerðin, skilur, eitthvað og reiði er í rauninni orsök þess að einhverja þrár er sko frústreraða þrár. Já. Og ábyrðin væri það að í staðin fyrir að leyfa mér að vera reiður út í stjórnmálamenn og svindlara og glæpamennina sem eru allir í business eru glæpamenn eða allir kommarnir eru vilja stela öllu eða whatever, skilur þá segir ég bara hvaða þrár og langanir eru frústreraðar og stíflaðar sem eru að búa til reiði hjá mér. Þannig að ég fer þá bara í vinnuna að gera það upp og fá útrás fyrir þrárnar og langanir á heilbrigðan hátt og þá losna ég við reiðina og það er sama með óttan að ótti tekur svolítið framtíðina frá okkur, ég þori ekki að mennta mig, ég þori ekki að stofna fyrirtæki, ég þori ekki að gera þetta, ég þori ekki að gera hitt, að ég verð þá bara að fara og spyrja hver er þessi ótti og ef ég er fastur í sleni, af hverju er ég fastur í sleni? Það er mögulega út af einhverju sorg eða einhverju skömm, en það er hægt að vinna með þetta. Og til dæmis, mér finnst að svona fræðslu þetta, þá þarf að setja þetta inn í skólakerfið. Það er svo sannarlega, sko, og tala Býttu, ég verð að fyrirgefa skömm, krakkar sem að þjást af skömm, út af slæmri aðstæðu heima hjá sér, þeir leggja önnur börn í einelti í skólanum og í staðan fyrir að koma með einhverja ræður að það allir eigi að vera vinir í skóginum og einelti svona, það þarf þá að hjálpa börnunum sem eru að leggja hinn í einelti að yfirvinna skömm og sektarkennd og skömm sko eru opaslega neikvætt afl sem að það þarf að, alls konar, en það er hægt að vinna með þetta. Þetta er eitthvað sem er hægt að kenna í skólakerfinu. Þannig að, og á að gera, þannig að og þegar við erum að segja, ég er að segja að koma mannkyninu upp á hærri tíðni, þá er það ekkert að lyfta upp eitthvað, óma upp eitthvað einhver tíðni sem að enginn sér, skilur. Við erum að tala að losa okkur undan skömm, sektarkennd, sleni, sorg, ótta, þrá, reiði, og stolti sem að verður að hroka. Þú veist, ég er sko, þú veist, ég vinn hjá fjárfestingasýslunni og einbýlishús í Garðabænum og Tesla og Jeppa, skilur, þú veist nú ekkert þetta, skilur, ég er stoltur og ég er flottur og ég veit allt þetta. Andleg mál, ég þarf ekkert að gera svoleiðis, ég er með allt á hreinu, svo er kona mín eitthvað að gagnrýna mig fyrir að ég drekka mikið eða eitthvað að mig, það er bara, ég er að vinna í fjárfestingasýslunni, ég er með mikið af peningum, ég á bíl, það er bara allt í góði hjá mér, sko, þú veist það. Og stoltið er stig og okkur finnst það flott, en það er í neðri stigunum að því að það stíflar ákveðin þroska og loka. Og þá verður það að fara upp í hugrekkið og hugrekki segir bara ég tek ábyrgð á þessu og ég verð að hafa hugrekki til þess að horfast í augun með mína veikleika. Þú veist, ég þjáðist af sjálfsvorkunn, skilur, aumingja ég, hvernig kalla þetta, aumingja ég, og þú veist, og svo er ég reiður og stíflaður og allt þetta, svo er ég bara að horfast á það og vinna með það sjálfur, skilur, og svo kemur hlutleysi, og hlutleysið er sko, ég er ekkert sammála því sem að Bjarni Ben eða Donald Trump eða einhverjir að gera, en ég er ábyrgð á mér og ég ætla að vera hlutlaus gagnvart honum. Í grunninn að fara upp í æðri tíðni er að hætta að ráðast á aðra af því að þeir eru að gera eitthvað sem mér líkar ekki. Þannig ég fer í hugleysni, síðan fer ég upp í sátt,
sem er svona skilningur á aðstæðum annara og svo förum við inn í kærleika og kærleikur og sátt, við erum öll hérna bara fólk sem að fæðumst á þessari jörð að glíma við það að vera manneskjur sem er oft bara ansi erfitt og þá þurfum við bara að setja einhverja kærleika og gleði og vinna saman í því í sátt og ekki gagnrýna aðra, ég tek ábyrgð á mér og mínum vankostum og þú hjálpar mér með það og ég hjálpa þér með þitt en þú veist, við erum öll á sama báti sko í rauninni og þannig, þegar ég er að tala um að vinna okkur, þá þurfum við að fara að vinna okkur upp til þess að vera ekki í þessum deilum sko og endalösu stríðum. Það er ekki takt að segja að við viljum að frið í Mið-Austurlöndum ef ég labba hérna út og segi hérna nágranninn gekk, ég á hennan garð hérna. Já. Og eitthvað, þú veist, eða ég bara labba það hérna. Það náttúrulega fyrst og fremst friður hér hjá hverju einu okkar. Já, hver og einn tekur, að taka ábyrgð þýðir það að ég tek ábyrgð á mig og ég segi ekki hérna Svana, hérna þú varst þá leiðileg í morgun maður, ég hef búin að vera í alveg glötuðu skapi af því þú varst að öskra á mig, skilur. Það er ekkert svörum að kenna, skilur. Nei, það eru viðbröðin okkar sem að koma inn. Þannig að sko, ég sko góðu fréttirnar eru þær að þegar kerfin hætta að virka fyrir okkur þá hættum við að vera löt. Já. Þú veist, við höfum geta sagt það er eitthvað að mér, ég bara hringi í hérna heimilislæknir og segi en heyrðu, hérna Lárus minn, getur ekki gefið mér eitthvað við þessu? Og Lárus segir já, við prófum þetta hérna og ég legg á og svo tek ég þetta eitthvað. Svo lagast þetta og lagast ekki, skiptir ekki máli en ég þarf ekkert að gera af því að það er eitthvað pabbi kerfi og það er eitthvað sem reddar mér einhverju hitt og þetta þannig að við erum búin að henda alltaf mikill ábyrgð á eitthvað samfélag, eitthvað kerfi og það virkar ekki þegar það eru 8 milljarðar manna á jörðinni. Sko, kerfin, þau ráð ekki við þetta. Nei. Þannig að ég tek ábyrgð. En leður ég tek ábyrgð, þá fer að verða svolítið gaman bara. Já. En svo líka er hægt að hugsa þetta eins og þessu. Ég get að tala um það sko að við milli lífa við komum bara hér á jörðinu, erum að læra í skóla, milli lífa ákveðu hvað við ætlum að gera í næsta lífi, hvað við ætlum að læra. Og þá setjum við upp lífið og þá þarf einhver að taka að sér að vera erfiði aðilinn. Pabbi þinn tekur að sér að vera sá sem hverfur í þínu lífi. Ég lendi í misnotkun því ég er bara lítill. Það er einhver sem tekur það að sér og síðan þurfum við að vinna úr því. Og það er þegar við stígum upp úr þessu og eins og segir, hættum að vera fórnarlömb í eigin lífi, þá kemur svo mikið frelsi. Já, sko pabbi hann drukknaði þegar hann var 30 og ég hitti fullt af fólki sem að sagði já, þetta er pabbi þinn. Hann sagði mér að hann er ekki eldri en 30. Vá, ég fannst gæta á þegar þú segir þetta. Hann vissi það. Ég heyrði þetta ekki frá einum, mörgum. Hann bara vissi það, hann yrði ekkert eldri en 30. Hann skildi eftir sig úrið sitt, svona Pierpoint úr sem hann gaf mér og einhvern vasenni og eitthvað svona dót, skilur. Og svo, hann vissi það, sko. Svo bara fór hann hefði miðilsæfileika, pabbi. Ég vissi það nú ekki, afi var miðill. Já. Af Elías og Akranesi. Það var opinber miðill, sko. Já. En pabbi hefði líka svona hæfileika, ég frétti það seinna. En allavega hann, þannig að einmitt, þegar við vorum þarna, ég átti að vera föðurlaus til þess að taka ábyrgð og þá var svona passaði það að Guðmundur sem ætlaði ekki að verða 30, að við vorum leiddið saman. Það sem þú ert að segja. Já, í rauninni sko, við röðum okkur saman. Ég held að það lítið svoleiðis á það og ég verði að segja alveg ég saknaði þess mjög mikið þegar maður minn dó, það eru 20 ár síðan, en það var mesta þroskastig sem tók við í framhald af því þegar ég þurfti að taka ábyrgð á öllu sem við vorum að gera ein. Já. Og það er náttúrulega, segir sig sjálft að það líka hafði sitt að segja. Sko, ef við erum að koma út í þetta, lífið og dauðan, sko, að þá er þetta mjög einfalt. Við getum ekki dáið. Nei. Það er ekki hægt. Við deyjum ekki. Það er ekki til neitt sem heitir dauði. Það er til eitthvað sem heitir umbreyting. Það er að segja,
Veistu hvernig ég lít á lífið í dag? Þetta er vinnudagur frá 9 til 5. Já, Allt lífið, þetta er bara vinnudagur. já, Og í þennan vinnudag tók ég að mér að glíma við þá orku sem ég er að glíma við já, og ég ætla að vanda mig í vinnunni allan daginn. Skilur, þó að já, það sé, frábært. þó Já, að komi leiðindi fyrir annars lagið og þú veist, kom einhver leiðilegu kunni þarna inn klukkan 3, að þá ætla ég bara að vanda mig. En að því að ég er svona í naut og jörð og þá, og svona líka í stjörnuspeki, það eru, sólkerfið okkar er í vetrarbraut og hver er stærð vetrarbrautarinnar? Ef við tækjum flugvél og myndum fljúga frá okkar sólkerfi að miðju okkar vetrarbrautar, þá værum við 40.000 milljón ár á leiðinni og við stoppum ekki til að fara á klósettið og fá okkur pils og kók, skiluru. Það er bara stanslaust 40.000 miljón ára ferð í, og ég er að tala þetta er 700 kilometra hraða á á sekundu, klukkustund. Já, já, eða klukkustund, að ég man það já, ekki til í máli. Þannig að vetrarbrautin okkar er gigantísk stór. já, Það eru milljarð, þú veist, ég man það aldrei að því að hvort það var 2 milljarðar vetrarbrauti í alheiminum og svo er til, hann heitir Linde hjá Stanford, eðlisfræðingur, hann er náttúrulega fiskur og vassberi en já, já, var búinn að rekna þótt að það er ekki til eitthvað, orðið universe, það er júni, það er einn heimur, því hann segir það er í rauninni multiverse. já, Vetrarbrautin okkar er eina 4.000 sem þær eru 4.000 á ferðalagi saman. Þegar við förum að sofa og vöknum eftir 8 klukkutíma, þá erum við búin að ferðast 28.000 kílómetra heiminn. Þetta er á það mikill ferð. Já. Það eru 4.000 saman. Vetrarbrautin er þykk í miðjunni og svo eru svona mjótið til endana og svo svona, þú veist, vetrarbrautin er rauninni svo risaengill eða risavera, þær eru 4.000 svona risaenglar á ferðalagi og við, okkar sólkerfi eru svo sandkorn. já. Og okkur finnst við vera merkilegust í multiversinu. Og segir það, við erum ekki örreind innan mólekúli, innan sandkorns, við erum nifteind innan örreindar, innan mólekúls, innan sandkorns. Ok. Þetta er bara raunverulegi efnisheimurinn. Já. Og ef nifteindin innan örreindarinnar, innan mólekúlsins, innan sameindar ætlar að segja, þegar ég dey, þá er lífi búið. Já. Það er bara svona eins og, já, er það vinnur, skilur við. Sálin er alltaf til, þannig að það er bara umbreyting. Já, við erum með tilgangsvitund. Já. Sálin okkar poppar aftur til móðursálarinnar. Svona eins og, þannig lít ég á þetta. Já. Og ég lít á þetta, við tilheyrum sálna hópum. Já, ég sammála því. Það við komum í Þannig að skiluru, ég var ekki Júlíus Sesar í síðasta lífi og Lúðvík 14. skiluru, ég fer aftur til móðursálarinnar. Ég er fruma á jarðarlíkamanum sem er líffæri inn í sólkerfinu, þannig að móðurinn, sálin er eilíf. En nú ætla ég alveg að hætta að því að ég hef ekki hugmyndum hvað þetta er, annað en það að ég veit það að við getum ekki dáið. Ég veit að þegar fólk deyr að þá er það að fer. Reyndar þá veit ég líka að ég hef haft samband við fólk sem hefur farið. Já. Nokkrum sinnum og fengið hjálp þaðan. Ég hef aldrei viljað líta á mig sem eitt miðil og hef aldrei haft áhuga á neinu slíku, af því að ég vil ekki til dæmis binda ömmu mína við það að þurfa að fylgjast með mér, af því að amma hefur sinn tilgang. Já, skilur við, þannig að
En þetta er bara mjög spennandi, sko, finnst mér, í sambandi við framhaldið, sko. Já, Sko, einhver leiti hugsa ég það þannig að þegar við erum að horfa á jörðina og sólkerfið og vetrarbrautina, þá er þetta efniseimur sem að við sjáum. Ég held líka mögulega og örugglega að þetta er eitthvað allt annað líka heldur en það. það er það sem við fara að komast að raunum mjög fljótlega. Það eru svona hliðarveruleikar, skilur við. Já, Ég er alveg viss um að það tekur eitthvað annað við þegar ég fer. Hvaða verður? Ég held ekki að ég muni fæðast aftur á þessari jörð. Ég hef ekki áhuga á því þegar að segja, skilur við. nei, ok. Ég held að ef við höldum okkur við efnisheiminn þá held ég að maður myndi bara fæðast í einhverju annarri vetrarbraut, sko. Það er alveg möguleiki núna. Lýru eða veku eða eitthvað slúðis. Ég hef svolítið náttúrulega því Já, frekar heldur en hér. Mér finnst persónulega finnst mér alltaf mikil grimmd á þessari jörð, sko. Ég verð að segja það, sko. en erum við ekki á leiðin í öll vatnsberans þar sem að við vinnum aðeins meira úr þessu og skiljum Jú, hann við erum að hækka okkur í tíðinni. Já, og þannig að það á þá eftir að breytast. Þannig að ég finnst þetta að vera svolítið góður endir á þessu spjalli okkar. Já. Við getum náttúrulega tala saman endalaust eins og var Við gætum það. Þú ert grísandi tvíburi og ég með Merkur og miðumni. Þannig að við gætum bara. Þannig að ég fæði bara í heimsókn aftur og við heldum áfram spjall okkar, kannski eftir áramótin sko, lokaorðin hérna, Gunna, er að það eru spennandi tímar. Ég veit það, já. Og fólk á að líta jákvæðum augum fram á tíman og það eru gífurleg tækifæri til staðar núna fyrir okkur öll að þroska okkur. Í andlega og sálarlega sem er hinn raunverulegi grundvallandi tilgangur lífsins. Þannig að við lifum á mjög áhugaverðum og skemmtilegum og góðum tímum. Sérlega. Takk æðislega fyrir að koma í þátt í mig. Ég held ég hafi verið í samband við milli jól og nýjárs og tökum eitthvað upp. Já, við heyrumst. Já, ok, skan. Takk hérlega. Bye.